Hér koma smá leiðbeiningar og setjum myndina inn. Ég búinn að skala hana til þannig að hún passar inn í þetta og ég sendi þér þetta. Hérna, þetta bara eins þegar við vorum að þessu. Og getur verið að hún verði stærri svona, það allt í lagi. Og smellum við sig hérna og skölum þetta niður. Ja, fer í þennan punkt hérna. Förum tilbaka og við passum að þetta sé inn í mynd og förum hérna í Modify og sendum myndina aftur fyrir. Þá sérðu hérna er svört lína. Þetta er eiginlega spegilmynd, þannig að það er nóg að teikna öðrum megin og síðan að nota mirror yfir. Síðan þurfum við að teikna. Bara sýna þér hérna rétt aðeins. Þá tökum við sömu línunar hérna. Og byrja hérna fyrir utan þessa línu, svona. Og höfum ekkert allt of mikið og getum enda svona. Og svo ítum við á spacebar. Síðan tökum við efri línuna, svona. Setjum bara nokkra punkta þannig að þetta verði svona nokkuð smooth. Og svona. En nú notum við aðra skipun til þess að tengja þetta saman og það er hérna fillet og við verum byrjað á því hérna, smetla hérna. Tönnina hún er 3 millimetrar þannig að þarna að við setjum við búin til radius og var ágætt að hafa hann heldur stærri heldur en sem svara tönnin. En að radíusinn á tönninni, þannig að 1,6 er ágætt að vera með. Þá getum við tekið þetta hérna og smellt hér og hér. Þá smeltur hún þessu saman. Og þá kemur þetta ekki í spís hérna og þetta verður miklu betra að tengja þetta, eða að vinna þetta, að púsla þessu saman. Síðan er hægt að velja þetta bara, svo segir maður bara join og síðan velum maður þetta og hérna mirror, tökum mirror og þá förum hérna í svörtu línuna og beint niður og ítum á enter til þess að við eyðum ekki hinu, heldur höldum við báðum og þá er þetta komið hérna svona og þetta sé svona lengra út að þá er það allt í lagi. Síðan tökum við þetta hérna aftur, verðum hér, veljum og veljum, þá fáum við þetta til rúnning. Þetta gerum við í staðinn fyrir að nota trim, og svo hér og hér, þá fáum við réttan rúnning fyrir tönnina. Síðan getum við valið, við verðum að velja þetta hérna, þetta, allt saman í einu. Svo tengjum við þetta saman. Þá er þetta komið hérna svona. Og þetta er sama hérna þegar þið tekur þetta hérna að utanverðu. Þá bara tekur línu utan hérna. Og það er nóg að setja 3 punkta hérna svona í þetta. Og svo hérna, smá sveig á þessu svona niður. Og svo þegar þú ert búin að teikna þetta eitthvað, þá svona í staðinn fyrir að trimma, þá notar þetta hérna. Velur þetta hér og hér, þá býr hún til réttan rúnning. Þá verður þetta ekki spísinn sem maður verður að skera af því að þegar maður tekur þetta úr hérna megin,
sem sagt úr hérna megin, þá kæmi þessi rúningur og þá fáum við réttan rúning á báði. Og það er ágætt að joina þetta bara saman svona jafnóðum. Og kemur þetta svona. Og byrjuðu bara á þessu svarta. En til þess að hérna verður bara einn svona óranslitur, ekkert að vera með 2 liti. Og það er sama með þetta hvíta, þetta verður bara einn ljóslitur, það er reyndar ekki til hvítu dúkur, en við reynum að fá sem ljósa þann. Að það er bara einn ljósdúkur og það er einn bara rauður dúkur, tungan er bara öll sem er rauð og hérna hluta nefin er bara rautt. Þannig að nú getur við bara farið að teikna.